fóninn, það góð ástæð fyrir því FM 95 Blöð hefur hafið göngu sína þennan 50 daginn og með mér einmitt Sverrir Þór Sverrisson sem syngur svo lista vel í þessu lagi. Já, þakka fyrir það. Það synd að leyfa þess ekki að klárast. Já, við bara allt í einu klukkan á 5 mínútur yfir 4. Heiðar Austmann með allt niður þessi. Spilaði bara auglýsingar. Já, en við höfum þetta svona undir hérna í fyrstu innkominni. Þetta yndislegt undir, sko. Kósi að hafa þetta hana. Já. En við Sveppi eru með dundur þáttandi ykkur í dag, kæru hlustendur, og ber það hæst hitaklefinn sem er búin að vera í smá fríi hjá okkur strákunum. Já. Og það er engin annar en, leður sófinn Hemmi Gunn sem er í hitaklefa dagsins. Já. Og þvílíkt legend af manni. Ó já, og erfitt að spyrja hann spurninga. Það er ekki þess að hann sé búin að skýta á sig eitthvað í gegnum tíðina. Nei, það er sko, veist, það er ekki hægt að vera vondu við Hemmi Gunn. Þannig að suma spurningarnar sem að var erfitt að öskra á hann. Já. En það heyrist hér á eftir að það er líka mjög erfitt að hrekkja Hemmi Gunn, enda er hann með 30 ára reynslu í fjölmiðlum. Já, og hrekkjulúmur fram í fingurgóma sjálfur. Já, þannig sá hitaklefi er mitt hér á eftir. Við erum með sturla staðreyndir á sínum stað. Við ætlum að reyna að hringja í mútu ásamt því að gefa miða á Monsters and Men og sumarleikur FM, og hann er ekki búinn að fara út núna í ykkur 3 skipti. Það eru 5 vinningar í boði fyrir þann sem að svara rétt í síman á eftir. Ok. Reyndar er línan rómverskur riddari réðst inn í Rómaborg. Ok, frábært. Já, Heiðar Austmann bjó hana til. Já. Hef heyrt betri línur. Sammála. En ef að vinningurinn fer út núna á milli 4 og 5, og þá fáum við að velja nýja línu frá 5 til 6. Já, það verður gaman. Komum við með eitthvað, þú veist, Eitthvað almennilegt. eitthvað rándýrt. Já. Hættu þessu pabbi, eitthvað svona. Já, eitthvað ógeðslegt. Það verður kannski ekki eitthvað viðbjóð. Hann verður hressari lína en rómverskur riddari réðst inn í Rómaborg. Já. Það er nokkuð ljóst. Sverrir Þór Sverrisson gat ekki verið með mér á þriðjudaginn og Hjöppi K mætti í hans stað og já, þeir svissuðu bara vakt. Þú varst að máta föt fyrir brúðkaup. Já. Er það vesen fyrir mann eins og þig? Við Hjöppi vorum að ræða þetta hérna á þriðjudaginn. Það sem að, sko, buxurnar hennar, það þarf að gera eitthvað við þær, eða ekki? Það þarf að gera eitthvað við allt, kallinn minn. Er það? Ég er ekki beint draumur klæðskeran. Við getum orðað það þannig að hann sko, venjulega er þetta þannig að konan þarf að fara að máta og svona, sko. Er meira vesen á jakkafötunum þínum heldur en kjólnum í henni? Já. Já. Hún er búin að fara, sá hann, keypt hann, málið dautt. Já. Ég er búin að fara 3 svar. Og hvað, þú ert að fara að gifta þig í ágúst? Já, það lítur út fyrir það. Ertu ekki honum spenntur? Jú. Jó, ekki vera töffari. Það er fínt að klára þetta. Já, er ekki komin 10 ár, var ekki löngu komin 10 ár? Við ætlum að vera löngu búin að þessu, sko, svo fínt að kýla á þetta hana, sko. Já, búin að vera trúlóðu hvað í 2 ára eða eitthvað? Já, cirka bát, sko. Já. Það er samt, skilur, þegar maður er búin að barna konu 3 svar. Já. Þá er brúðkaup bara eitthvað á brauð, sko. Er það máli? Já. Er þetta ekki alltaf svona special day? Jú, þetta er það náttúrulega, sko. Já. En þú veist, það er alltaf rosalega mikið bara brúðkaup og bla bla bla, sko. Já, nú hef ég aldrei undirbúið brúðkaup sjálfur, en séð mikið af brúðkaups bíómyndum í Bandaríkjunum og svona. Já. Er þetta eitthvað líkt því? Er þetta svona smakka köku og velja, þú veist, matinn og salinn og fötin? Já, við þurfum náttúrulega að velja mat og sal, sko. Já. En við erum ekki að smakka köku. Nei. Við fórum í vínsmökkun reyndar. Já, það kemur ekki á orð. Vorum pínu tipsi eftir það. Er það þá ekki alltaf bara síðasta flaska sem þú smakkar? Það er alltaf orðið betra og betra. Þess er æði. Já, en það er svo asnalegt að sitja og smakka vín. Já. Sérstaklega þegar maður veit ekkert um þetta. Já, öllum í salnum verður drullu sama. Já, þannig séð allt. Það er gott að vera með gott rauðvín, skilur þau, svona sem að mannskapurinn þolir og eitthvað hvítvin sem allir þola. En þú veist, það þýr ekki að láta mig vera eitthvað, já, rosalega mikil eik í þessu rauðvinni. Er það gott fyrir mannskapinn? Já, sko, nú þekki ég alla viniðina. Við hittum alla, oftar en einu sinni. Ég get ekki nefnt eitt nafn sem að myndi koma í brúðkaupinu og segja bara að ég var ekki alveg ánægð með hvítvinu og rauðvinu. Nei, það er allt eins. Já, það er öllum þeim eru allavega drullu sama. Já. Eða er svo lengi sem drekka þetta, sko. Veldu bara það ódýrasta. Já. Nei, ég er búinn að velja það, ekki ódýrasta. Ég valdi svona eitthvað sem fellur í mann. Ég valdi ekki besta og dýrasta, en ég valdi ekki ódýrasta og það, sko. Nei, ég myndi ekki finna muninn. Sko. Nei, einmitt, þú myndir ekki finna muninn, sko. En þú finnur hvenær það er gott. Já. Þá segir þú, djöfull er þetta gott rauðvín. Skilur, en ef þú ert bara að drekka rauðvín, þá er það bara rauðvín. En þegar það er gott, þá minnist á það. Ertu með sama rauðvín og fékkst í Rónunum í Evrópska draumnum? Það var evruvín. Það kostaði, þar var 1 lítur á 1 evru. Og ég sverða, ég smakkaði það frá honum og það var ekki alls slæmt. Nei. Þetta er svona eins og bara Steini frændi er að brugga rauðvín, skilur. Já, var þetta bara svoleiðis? Já, þetta er svona eins og þeir sem er að brugga á Íslandi. Ekki vera að segja nafnið á frændaðinu sem er að brugga. Nei, hann er ekki að brugga, sko, ég er bara bjóð til eitthvað. Já, ég skil. Það er engin Steini frændi, það er bara, menni er að vasast í þessu. Já. Já, ég og Gústi erum hérna að brugga rauðvín. Já, viltu smakka? Já, svo fæ maður svona 2 lítra brúsa með svona
rauðvíni sem svona eins og ríbenasafi sem illa blandaður. Bara svona sést í gegnum það svo þunnt. En þetta alveg 13%. Skilu, og svo það pínu vond, en þú lætur þið hafa það, sko. Þú voru ágætt á öðru glasi. Já, einmitt, það alveg sama, sko. En þú fekkst engin auka stig hérna í evrópska draumnum fyrir Hellis yfir andlitið þar. Var það bara eitthvað sem þið langaði til að gera sjálfum? Já, maður náttúrulega, sko, þetta snýst að búti sjónvarp, sko. Og hvað fallegra heldur en að Helli, mér alltaf dreymt þetta. Já. Annarkvort þegar þú ert með vínflösku, þegar þú ert að drekka og hella svona yfir þig, sýnt í slow motion. Það er svo láta, ég veit ekki, það er eitthvað yndislegt við þetta. Hvað fallegra en að sjá barnastjórnan Benidorm Hellifis rauðinni? Segðu. Herðu, hér framundan hellingur af skemmtilegum hlutum og hitaklefin á Hemma Gunnberðar hæst. Þetta er lag ársins af hlustendum FM 957 og heitir Ég farinn, Úlfur Úlfur. Takk það. Ég með sólinn í augunum og ég sé ekki neitt, við erum bæði svo þreytt og dagarnir líða hjá. Svo bjart með það sást og ég missa allan mat. Farinn, þeir að hlusta á FM 95 Blöð og sveppi með ykkur til 6 í dag. Já. Og eins og alltaf á þessum tíma þá ætlum við að fara í slúður hér í FM 95 Blöð. Já, ég er spenntur. Ég er með fínt slúðuranda, sveppi. Það er eins gott, sko, annars verður ég brjálaður. Já, ég ætla að byrja hérna á manni sem hefur verið mikið í slúðurinn hjá mér upp á síðkastu og það er Tom Cruise. Já. Það er... Hann var á Íslandi. Já, segir ekki. Hann hérna átti afmæli í gær. Já. Strákurinn var 50, lítur endur út fyrir að vera sko 35 ára, lítur vel út. En hann, þetta var afmælisfagnaður sem var litaður af sorg. Hann var búinn að plana eitthvað rosa partí í New York, hann ætlaði vist aldrei að halda upp á þetta Íslandi eins og margir heldu. Nei. Og ætlaði að bjóða hellinga fólki, en þar sem að Katie Holmes ákvaða að segja skilnað og þá veist bara eins og þruma á heiðskjöru lofti fyrir hann. Og þá var hann bara einn með börnunum sínum í Los Angeles og það var engin veistlega neitt. Ói, ömulegt. Já, greiði kallinn. En samt, skilur, einn með börnunum sínum, er það ekki bara dálítið quality time fyrir hann? Jó, en þetta var svona 50 samanlega, það verður nú ekkert mikið stærra. Nei. Það er kannski vilja bjóða fólki og svona og vera með börnunum daginn. Já, en þetta er samt líka, sko... Sko, ég er 32 ára á miðnætti á laugardaginn og ég er spenntur. Þannig að hvernig heldur að Tom Cruise hefði liðið að vera 50, sko? Já, ég veit það, en þú átt ekki börn heldur, sko. Nei, ég veit það. Þannig að þú ert bara náttúrulega að hugsa sjálfa og partíast, skilur. Ég er nú samt byrjað að setja sjálfa mig í annan sæti. Já, en skilur, maður sem er 50, hann er náttúrulega búinn að fara í ófáar veistlurnar og partíin og stemmingin. Já. Skilur, þó svo verið 50, þá ert ekkert eitthvað grenjandi, bara, ég náði ekki alltaf veistlu. Já, ég er pirraður. Já, ok, kannski mögulega pirraður, sko. Já, en auðvitað, ég held að sé ekkert að pirra sig yfir að ekki haldi veistlu, hann pirra sig yfir að haldi skilnaði greið. Já, það er náttúrulega ömulegt, sko. Já, og gæti ekki, ég rætti þetta nú hérna á mánudaginn, gæti ekki Katie beðið svona fram yfir helgi? Já, það er aldrei rétti tíminn til að skilja. Nei, en svona leifunum að halda 50 sammælið sitt og svo bara mánudegi í þingunni. En veistu hvað það fyndi líka? Hvað? Það sem fyndi þetta allir á Íslandi svona, já, hann verið Tom Cruise maður 50 maður, veistlega hann verið 50 á Íslandi. Allir heldur bara, veist að... Hann hefði bara B5 bara með... Já, bara með David Beckham hjónin koma bara í einkaflugvél og það væri bara Oprah myndi koma í fallhlíf og það væri bara allt geðbilað því að hann svo ætlaði hann aldrei að gera það og ekkert varð úr þessu. En allir, það er spennandi að sjá hverju koma henni 50 samanlega. Þú veist hvað þannig að það bræða vatnajökul bara og nota það í brennivín. Þú veist þetta er svo mikið geð ekki. Já, ég vorkinni Tom, það sem ég nú mikið afmælisbarn sjálfur. Hann er krabb eins og ég. Er hann? Já, hann er júli. Hann er júli, já, þú átt afmæli bara. Já, ég á afmæli á laugardaginn á miðnætti, þess að ég á afmæli á sunnudaginn. Já. Það haldi upp á laugardaginn, sant? Ná, ok. Takk hann frá. Svo, já, Björn Bragi átti líka afmæli, hann á sama afmæli þá Tom Cruise. Nú er það? Já, en... Þetta halda að fara með slúðrið. Já. Það er Hugh Hefner, sá mikli meistari er ástfanginn og er byrjar aftur með Crystal Harris. Já. Þau eru hérna og það er fullt af myndum að þeim saman og þau virka gríðarlega hamingjusum. Já, eins dauði er annars brauð. Já. Tom að skilja, Hefnerinn að byrja með henni. Já, aftur. Þau voru hætt saman, þau ættu að gifta sig en hættu við á síðust stundu því að hún stakk af. Já. Svo sá hún bara grasið er ekkert grænna hinum inn. Og er komin aftur þarna á Playboy setrið til hans. Hvernig gat hún
fundið það út að grasið var ekki... Grasið er grænna hinum einn í þessu tilvíki. Já, hann er 86 ára og hún er 26 ára. Já. Þegar hann var haldið upp á 60 sammælið sitt, þá var hún að fæðast greiði. Já, hún er svo... 60 sammælið sitt. Já. Hann fæddist árið 1926. Vá, maður. 1926, sko. Hann er samt búinn að lifa drauminn, ég held að hann sé hamingjusamur hann Hugh Hefner. Og ef að þú flettir myndum frá árinu 1926... fann enga litamynd. Það er allt svarthvít. Þannig að ætli hann muni í svarthvítu. Það er aldrei að vita. Það er hérna, en svo eins og með hana hérna, Crystal Harris, 26 ára, hvað segirðu við foreldræðina þegar þú ert að byrja með mannin sem er 60 árum eldri en þú? Já, það er fáránlegt, sko. Já, ég meina, það getur ekki verið að pappiðin gefi bara high five og faðmiði, sko. Nei, en þetta er náttúrulega fjárhagslegt öryggi. Já, reyndar, á meðan þetta varir. Ofsalega mikið fjárhagslegt öryggi. En það er nú ekki eins og hann sé að hún, hérna, byrja með honum og hann sé bara, ég sé þig alla ævi. Nei, þetta er bara kærastan hans. Þau voru reyndar að fara að gifta sig, hún hætti við það. Já, en hvernig heldur þessi samningu sé? Það er bara, ef þú ert með vesen, þá eru drepinn. Já, það er bara allavega hent út af setrinu. Já. Það myndi ég halda. Svo ætla ég enda slúðri hér á Justin Bieber. Þessi... Ílít klassa slúðum. Það er Bieberinn, Tom og Hugh Hefner. Já, ég sagði þér, ég var með góða pakkan. Það er allur þarna. Ég veit það. Þessi 18 ára söngvari, ég ætla að segja töffari. Er þetta ekki ágætt töffari? Verður ekki að gefa hann það? Það kemur ekki óvart að Hugh Hefner og Justin Bieber myndu byrja saman einhvern tímann. Það væri næsta move hjá Hefninu. Hann er á hans aldri. Já, hann fílar þennan og hann er líka eins og stelpa, hann Bieberinn. Já, hann var í viðtali nú á dögunum við einhverja bandaríska útvarpsstöð, hann Justin Bieber, í símaviðtali og hann skellti á þá eftir að þetta byrjaði vist þannig að ég er búinn að hlusta mér þess á viðtali og þetta er hálf óþægilt að hlusta á þetta er á netinu. Hann sem sagt, útvarpsmaðurinn byrjaði að spurja hann hérna, byrjaði að hrósa hann fyrir það að nýjasta lagi hans Boyfriend væri alveg eins og Justin Timberlake og sagði að það væri mikið hrós og að því að Justin Timberlake væri maðurinn, þá byrjaði Justin Bieber að væli við því að það væri nú ekkert hrós að vera líkt við einhvern annan, þetta væri bara hann og hans sound. Sagði Justin Bieber. Ég er endur oft talað um það hérna í FM 95 Blöð, þetta lag er alveg eins og lag eftir Justin Timberlake, Boyfriend. Þannig að hann var eitthvað pirraður á því og svo er Justin Bieber orðinn vinur strákana í One Direction. Það er svona strákahljómsveit og ég var með það í slúðrinu daginn. Það er einn úr One Direction sem var að halda við eldri konu og var að eyðileggja eitthvað hjónaband og gaurinn í útvarpinu spurði Justin Bieber hvort hann þyrfti ekki að fara að vallega með mömmu sína í kringum strákana í One Direction. Þá skellt hann bara á. Hafðu smá húmor, drengur. Ég myndi bara hlæja og segja bara maður þarf að passa upp á mömmu. Skemmtilega góðir. Þú verður að djóka því að þú veist leið og skellir á fréttamatur fyrir allan heiminn. Þetta komið bara alla slúður. Við erum að tala um þetta hérna á lítilli eyju lengst í Raskati, skiljur. Já, maður á bara að hafa húmor, ef að þú myndi segja, ef einhver myndi spyrja mig, það maður ekki fara að valga með mömmu sinni í kringu þig. Já, ef hún væri að deyta einhvern yngri. Já, eins og ég myndi bara fara að skella á. Já, taka það eitthvað nærri sér. Þurfum ekki að hringi í mútu eftir? Jó, Tom Cruise á lausu. Já. Mútaðinn er á svipuðum aldri. Já, hann er 50 ára, ég held að mamma sé 53 ára. Já. Þannig að tekkum á því eftir. Já, heyrum í kærleikum. Varstu ánægður með að slúðupakka? Þetta var fínt. Með það ekki? Þetta er alltaf hressandi. Sveigum við þá, við ætlum að fá hér Alone Again og svo ringjum við í mótu. Lisa Reed með lagið Alone Again. Hún gæti verið að syngja Tom Cruise, þessi stúlka. Hann er einn aftur greið. Svo kom fram hér í slúðurinu áðan að þá er hann á lausu og á svipum aldri og múta. Já. Og við ætlum að reyna að segja það. Þetta er eini dagskráliðin sem á til að klikka hjá okkur. Því að við þurfum eiginlega að treysta á að mamma svari. Það er enda 50 dagar, við ringjum oftast í hann á 3. degi. Já, og það er gott við það er virkilega svona, að vinna, hvað hann að gera? Ég veit það ekki, 17. hit og eitthvað og ég ætla að steinbla einn númerinn og það er bara hvort hún svar ekki. Ég ætla að halda mig til hér svona til að byrja með. Ok, tekum á sérna. Halló. Er það Hafdís Sveinsdóttir, Megaskvísa? Já. Hvað segirðu? Ég er sjálf finskan eða þú. Herri, ég er góður bara, hvað er að gera? Ég er að vinna. Nó, alltaf verið að vinna? Hæ? Ég er alltaf verið að vinna. Ekki að það hringi í útvarpinu. Jó, Sveppi. Nei, Auðun. Takk fyrir síðast, gamla. Æ, elskan, akkur ég er að tala það að hringja á 5. degi. Já, nú er Sveppurinn komin á 5. dag, ég komst ekki síðasta 3. dag. Nó, er það þannig? Okkur grunna, það myndir öglaða aðeins. Já, Já. það gerðu það. Heyrðu, takk fyrir síðast, það var á austur. Leiguseskan, já, það var austur. Þar voru við alveg dauða drukkinn, maður. Nei, ég var bara í vatninu, ég var að fara að vinna á morgunin eftir. Nú, aha. Nú varst í vatninu. Akkur vaggaður þau svona? Hæ? Akkur vaggaður þau svona staðinn? Hvað? Já. Þið voru svo fullir, hefur ekki séð þetta. Nei, það kemur óvart, sko. Já. En hvernig ert það annars? En ég er fín, ég nenni ekki að tala við ykkur. Jó, herðu, ég er að fara í sumafrí, geðu okkur smá hérna, geðu okkur 2 mínútur, hvað er þetta? Ég er líka að fara í sumafrí. Ertu að vinna? Já, þetta er síðasta vaktin. Og hvað ætlar að gera í sumarfrínu?
Ég ætla að fara vestur og ég ætla að fara norður og ég ætla að fara í mörkina og eitthvað. Fyrir mörkina? Já. Í Mjóddinni? Nei, Þórsmörk. Já, Þórsmörk maður, já, tjalda þar. Já. Já, ertu ekki líka að fara á bestu útihátíðin helgina? Nei. Með hverjum ertu að fara þangað? Maja sagði mér að vera að fara á bestu. Auðvun, ekki alltaf í lagi með þig, drengur? Ég var að heyra það. Það er samkomur eða? Ha? Heldur ég fara á einhverju úlingasamkomur? Þetta er sóldökkur að koma saman og... Þá ég nenni ekki að tala við. Hver ætla með þér? Hver? Á bestu? Ég er ekki að fara á bestu hátíðin, auðvun. Nú, var Maja segist þér að ljúga því það? Já. Þar er allt vaðandi, sko. Já, það er úlingum, já. Ég haf bara byttu fyrir. Hefur ekki gaman að skemmta þeim úlingum? Nei, ekki úlingum. Nei, ok. Nei. En við ætlum að tjekka, það er nú ekki ástæðalaust að við ringjum í því í dag. Nei. Það var nú ekki bara til þess að ræða við daginn og veginn, sko. Nú ætlaðu ekki að ræða um daginn og veginn. Hvað ætlaðu þá að ræða mig? Það er 50 superstjarnar sem heitir Tom Cruise sem er á lausu. Oh my god. Já. Það væri flottu fengur, maður. Heldur þú það? Hvað, ert þú ekki 53? Jú. Já. Nei, 4. 54, já, í júni, já. Já. Væri þið ekki flott saman? Nei, ég myndi ekki vilja vera með Tom Cruise. Hættu þessu bulli, mamma. Þú myndir alltaf vilja vera með Tom Cruise. Já. Hvað hættið þessu bulli? Þetta er satt að minni allir, ég myndi ekki sparka honum fram úr, sko. Akkur myndir ekki vilja vera með Tom Cruise? Moldríkur og flottur, bara... Já, ég held að það sé ekki skemmtilegur. Það er nú algjört aukaðri í þessu tilíki. Er það? Þetta er fucking Tom Cruise, skilur við. Ó, það er svo klikkaði. Það er bara vísindakirkjan, það er eina vesinni. Já, er vísindakirkjan eina vesinni? Þú þurftir að skrá þig í hana. Það er það? Já, ég vil ekki vera í vísindakirkjunni. Mér líst ekki að það. Ertu að segja mig það, mamma? Þú ert ekki að spila sem einhverja pæi í útvarpinu. Ertu að segja mig það og myndir ekki vilja vera með Tom Cruise á föstu? Nei, ég myndi ekki vilja vera með Tom Cruise. Ef þú sætir nú hann á gullöldinni í einum köldum og hann kæmi hann á röltandi og myndir reyna við, ertu að segja mig það og það er engan áhuga? Ég sagði ég myndi ekki vilja vera með honum. Nei, ok, nei, nótt kannski? Já, það er alltaf það mál. Það er alltaf alveg. Þú myndir ekki sparka honum fram úr nema þá til að vesinast með honum á gólfinu. Ég er ekki í lagi með eitthvað drengi. Já, þið væri flott saman. Ég er mamma á sauðum, strákar, við ræðum ekki svona í útvarpinu. Nei, reyndar ekki, en ég held að þið væri flott par. Ég held ekki, það er svo mikið vesen að vera með svona manni. Já, ég held það líka. Já, ég held það líka sé bara vesen. Hann er svolítið klikkaður held ég, sko. Já, ég held það. Já, þá eru þau líka bara eld af einhverjum ljósmyndurum alla daga. Já, við mig góðu, það væri ekki fyrir mig. Þú elskar nú fjölmiðlana. Já, alveg, sérlega. Þú alltaf að byggja okkur að ringi þig og eitthvað. Já, alveg. Það væri ég ykkur allar vikuna, sko. Og hvað verður lengi frí? Ég er ekki byrjað að vinna aftur sem 20. ágúst. Nó. Á að taka bestu hátíðin og þjóðhátíð, það tekur bara bestu. Ég ætla ekki í úlíka samkomuðun. En þegar þú ferði í mörkina, Þórsmörkina, ertu að gist í tjaldi? Já. Hvernig nennur því maður? Það er mjög svo gaman. Það? Já. Mér þetta er gaman að reyna að plata móðu mínu að gista í tjaldi maður. Ég er alveg fíla sem útilegu, mér stæði. Hvað er mamma nú góð fyrir tjaldsvepp eða? Nei, hún er bara svo slemmi í skroknum. Já, þá þegi ég. Ég er bara, hún þarf að vera í allavega meters hæð til að sofa, sko, frá jörðu. Ég man ennir ég var alltaf sjálfur að fara að liggja í einhverju tjaldi, skýta kulda. Nei, ekki skýta kuld. Það er fínt veður í júli. Hver verður með þér í tjaldinu? En ég er ekki búin að ákveða það. Nó. Það er ekki komin einhver heppin? Nei, ég er ekki búin að ákveða það. Já, það er pláss í kúlutjaldinu. Já. Það er skemmt síðasta vinnudaginn. Við erum það sammeilið, við erum bæði á leiðinu sumafrí. Ó já, er það síðast, nei, þú ert að vinna á morgun líka það? Ég er á morgun líka, já. Ok, ég skan. Herru, hafðu það rosa gott og hérna, heyrið í mér, farið nú varlega þarna bestu. Já. Ég gerir það. Bye. Ok, ég skan, bye. Og verður ekki að drekka einhverja smjörsýru eða eitthvað. Herru, þetta var Hafdís Sveinsdóttir í síðasta sinn fyrir sumafrí. Og hún er bara brött á því. Já, hún var mjög hress. Komin aðeins óvart að því að 50 hún er vön símtölum á 30. Já, hún var óvinnur hress, hún hló meira venjulega. Ég veit að það var létt yfir henni. Hún er á leiðinni sumafrí, þá er hún alltaf í góðu skapi, sko. Já, og maður heyrði að það var svona, að hún hafi verið búin að fá sér einna. Niður í vinnu? Nei, fjandinn, ekki niður á flugvelli. Já, kannski. Yfirmaðurinn kemur, heyrðu, þú þarft ekki að mæta á morgun. Ég veit það, ég er í sumafrí. FM 957 ætlar að gefa þér fullt af glæsilegum minningum. Bara fyrir það eitt að svara símanum. Þú skráir þig í Sumarleik FM 957 á heimasíðu FM og á hverjum degi, 8 sinnum á dag, fengjum við einhvern skráðan hlustanda og mókum nýja minningum. En þú verður að svara rétt. Fylgdu vel með á FM 957 allan daginn þegar að dagskrárgerðarmenn FM segja þér hvernig þú þarft að svara.
FM 957 topp tónlistastöðin. Takk Jói minn. Ef þú svarar rétt, getur þú unnið eftirfarandi vinninga. Riverrafting frá Arctic Rafting, pizzuveislu frá Dominos, gjafabréf frá Topshop, fæðubótarefni frá Perform.is, opna miða á Spiderman og Justin Bieber og potið 57 diska frá Senu. Ef heppnin með þér, getur þú í alvörunni fengið alla þessa vinninga. Sumarleikur FM 957. Það gefur engin betur. Nú hefur Toyota flutt starfsemi sína í nýtt og reisulegt húsnæði að Kauptúni 6 Garðabæ við hliðina á IKEA. Verið hjartanlega velkomin til Toyota í Kauptúni þar sem öll þjónusta nú undir einu þaki. Við tökum vel á móti þér eins og alltaf á flunku nýjum stað. Toyota. Þú farð á netið ef þig langar eitthvað búst. Taktu flugi spurningin bara hvurs. Taktu flugi það nettilboð í dag. Hjá Flugfélagi Íslands. Farðu vel með fæturna og veldu íþróttaskó sem hæfa. Bjóðum yfir 200 gerðir af íþróttaskóm. Útilíf Holtagörðum, Smáralind, Glæsibæ og Kringlunni. Hamborgarafabrikan fæst í Hagkaup. Grillhamborgarafabrikunar eru í tilbúnum pökkum með brauði, sósu, salti og pipar. Hvort sem þú ert heima eða á ferðalegi, vertu viss að grilla 100% hágæða hamborgara. Af hverju er himinninn blár? Hvað heitir þetta fjall? Svarið fæst aðeins 0,1 megabæti á netinu. Gagnamagspakka frá Vodafone fyrir foreldra sem vilja svara. 300 megabæt fyrir 550 krónur. Vodafone. Hæ, þetta er Ragga hérna. Og þetta er Róbert Freyr. Herru, við ætlum að vera á bestu útihátíðinni 5. til 8. júlí. Og ert þú búinn að tryggja með það? Okkur hlakkar alveg ógeðslega mikið til að sjá okkur. Besta útihátíðin. Gaddstaðarflötin Hellu. Dagana 5. til 8. júlí. Miðasala í fullum gangi á bestaútihátíðin.is. Prófaðu alvöru gúmmilaði frá Viking. Viking, þegar allra veðra er von. Stóra N1 helgin er í nánd. N1 mótið á Akureyri og 15 krónu verðlækkun á hverjum lítra á N1 allt land í dag. N1, meira í leiðinni. Hörkuleikur í Pepsi-deild karla í beinni á Stöð 2 Sport. Fram í A. Í kvöld klukkan 19:45 og alltaf markverðast á leikjum 10. umferðar í Pepsi-mörkunum klukkan 22. Fáðu þér áskrift á stöð2.is. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Það er Pepsi sem færir þér Pepsi-deild karla á Stöð 2 Sport. Ertu að fara að gifta þig? Hamborgarafabrikan er með doktorsgráði í steggjunum og gæsunum. Bókaðu borð fyrir hópin í tæka tíð í síma 575775 eða á fabrikan@fabrikan.is. Hamborgarafabrikan leggur grunninn að góðu hjónabandi. FM 95 blöð á FM 95. Hún heitir Robin þessi og kemur frá Svíþjóð með lagið Dancing on my own. Svíjarnir kunna þetta. Já, Svíjarnir kunna alveg að búa til poptónlist. Þeir kunna að búa til góðan handbolta. Já, ágætis handbolta, ágætir í fótbolta. Hvað er svona sér sænst? Munntóbak. Munntóbakið maður. Ó, það sænska. Svíjarnir eru sterkir þar. Þegar maður er búinn að tróða vel í efri góminn maður. Og svo eru finnir í hockey líka. Já. Þannig að Svíjarnir er alveg með þetta sko. Þeir alveg. Unnu Eurovision. Með poplagið mitt, Euphoria. Voru búin að vinna fyrirfram. Já, það er hárið rétt. Það styttist hér í hitaklefan á Hemmagunn. Já. Förum í þann dagskóli eftir skamastund, en það er eins og að komið að okkar uppáhalds og það eru sturlaða staðreyndir. Dömur mínir og herrar, halliði sætun aftur, setjist í þessi standið. Ef þið eru að keyra, stoppið í bílinn. Þegar þið getið velst hlátri og undrun af sturluðum staðreyndum í dag. Ég er spenntur. Já, ég fíla það. Fyrsta sturlaða staðreyndin er 28% af bandaríkjamönnum hafa átt í ástarsambandi við yfirmann sinn. Svolítið hátala, 28%. Sturlu staðreynd? Já, svolítið mikið. Ég hefði skotið á svona 7%. Já. En, við getum nú ekki átt í ástarsambandi okkar yfirmann. Það er kallmaður og heitir Pálmi Guðmundsson. Já, það er erfiðara. Ekki nema við værum að spila í hinliðinu, en við erum ekki að því. Það er spurning hvað Ari
Edvald Fossstjóri, maður geti átt í ástarsambandi við hann. Nú, hann til í allt. Hann kallmaður eins og Pálmi. Já, ég veit það maður, hann alveg skítsaman. Hvernig myndi maður reyna við Pálma? Bara svona flott Yfirmanni sinn. Næ, ég ætla ekki eins og út í hann. Höldum áfram með sturlaðar staðreyndir. Klípa hann aðeins í pungin eða eitthvað. Já, ég fyll eitthvað við hann. Það eru 2 milljón pöttur fyrir hverja manneskju á jörðinni. Wow. Nú getur ímyndað hvað mikið að pöttum á jörðinni. Sæll, þetta er góð staðreind. Sturlu staðreind. Svo er það næsta. Þeir sem reykja pakka á dag missa 2 tennur að meðaltali á 10 ára fresti. Reykingar fara illa með tennur. Pakka á Enda dag. viðbjóður. Allir að sleppa þér reykja. 2 tennur. Já. Sæll. Svo er það næsta. Það vantaði annað eistað á bæði Hitler og Napoleon. Sem kannski útskýri pirringin í þeim. Já, verður maður pyrraður ef manni vantar eistað? Nei, ég veit ekki. Þeir voru báðir svona, vildu fóru í stríð og svona. Já. Hitler var alltaf pyrraður. Já. Hann var ekkert eitthvað jolly. Nei, en það eru margir sem að, skilja hann, sko. Skilja Hitler? Já. Hvað ertu eitthvað að geða ykkur? Það ætla að halda áfram með það áður en að Sverrir Þór skýtur á sig. Ef þú setur nögl í fullt glas af kóki, þá hverfur hún á 4 dögum. Og þetta á við flesta góstriki. Ok. Sýnir hvað er mikill sigur. Nögl, það er ekki, já. Ég er að skrifa niður, sko. Staðreyndirnar? Já. Ok, gaman. Þetta er gott. Fyrsta vídeótækið var á stærð við píanó. Sæll! Ég var til að sjá fyrsta vídeótækið sem kom. Við erum með það í stofinu, bara, hvað ertu með þarna? Þetta er vídeótækið hjá gamla. Pappi fór bara út með rúmið og skrifborðið og... Hendi vídeótækið niður í herbyggi. Ég sef bara inn í stofu, sko. Áttu vídeóspólur ennþá? Það er máli. Horfðu, hvað er? Ég hef ekki hort á vídeo í mörg ár. Ég var að taka til í geymslunni núna daginn. Þar fann ég ýmsa gullmóla. Já, horfður á það? Veistu hvað ég á? Ég á ekki eins og vídeótæki. Ég á fyrsta þáttinn minn í 70 mínútum sem ég stjórnaði með Jóa Áspjús. Árið 2000? Árið 2001. Árið 2001, já. Og ég á sko fullt af 70 mínútna þáttum sem eru tindir. Þetta kallar bara á grill. Þetta kallar bara á nokkra kelda. Maður þarf að kíkja á í heimsókn. Herru, það tækir 1 milljón manns. Það tækir 1 milljón manns. Já, það tækir 1 milljón manns heila til að gleyma allt, til þess að geyma allt sem er á internetinu. Sturlu staðreind. Ok. Leiðileg samt. Maður sjá, tækir það 1 milljón mannsheila. Já. Geyma allt sem er á internetinu. 1 milljón mannsheila. Já. Svo er það næsta, það er búið að selja yfir 110 miljardar af túrtöppum síðan 1936. 110 miljardar? Sturlu staðreind. Vá. Já, ég minna að þetta er mikið nota. Svo er það næsta. Endur sjá fleiri liti en menn. Sturlu staðreind. Endur? Endur og hendur. Sjá fleiri liti? Hvað meinar? Ég samt skil ekki hvernig mæla þið svoleiðis kjaftaði. Já, hvernig geta það fundið, veist. Sjá fleiri liti, þannig að ég er að horfa núna hérna út allt. Ég sé grænt, rautt, hvítt, blátt. Já, það eru fleiri litir hérna sem þú sérðu ekki. Já, ég sé svart og grátt. Já, ég veit ekki hvað liti þú sér, Sveppi. Ég sé sömu liti, endur sjá fleiri. Endur, já, ok. Magnað, en ég... Þannig að það eru til fleiri litir í liturrófinu. Já, miklu fleiri. Ég væri til í að sjá hvernig þetta er ansakað. Ekki röndin að gefa bara 5 þegar hún sé nýjan lit. Nei. Skilur? Nei. Já, það var 9 litur í honni. Þetta er einhverju vísindamenn í lokuðum kjallara. Já, sem að kunni ekki að skemmta sér. Svo er það næsta. Stephen King varð einu sinni fyrir sendibíl. Hann keypti svo bílinn og eyðilaði hann til að láta sér líða betur. Nei. Sturlu staðreind. Þetta er góð. Það er svona að láta sérvitringur. Ætlum maður liðið betur eftir að hafa eyðilagt bílinn sem að kerða hann. Já. Þetta er bara svona svipað eins og ef einhver lemur þig þá langaði að lemja hann. Já, lemja bíl. Já, Stephen. Þetta er ekki bílnum að kenna, hann er frekar að berja manni sem kerði á hann. Já, þetta segir líka allt greindivísutölu Stephen Seagal. Þetta var Stephen King, rithöfundur. Já, allt Kóngurinn og drottningin í Lion King eru talsett af sömu leikurum og léku kónginn og drottninguna í Coming to America. Nei. Sturlu staðreind. Þetta var skemmtilegt. Það er gott. Þetta er náttúrulega James Earl Jones. Já. En svo veit ég ekki hver konan er, en svo sem lék... Þannig að kóngurinn í Lion King er sama rödd og Svarthöfði. Já.
og sem sagt að mér svona skemmtilegra kóngurinn í Lion King og drottningin eru að sömu og í Coming to America. Já, Coming to America náttúrulega snilldamynd. Já, og hún eldist með þess að vel, ég var að horfa á hann daginn. Já. Soul Glow. Já, Soul Glow gæinn og sko það eru margir leikarar þarna sem að var... Samuel Jackson. Cuba Gooding Jr. í klippingu þarna. Samuel Jackson gaurinn sem hann lemur inn á Burger King hann. Já, sem brýst inn. Hann lemur með kúska. Þetta voru sturlaða staðreyndir dagsins og er þetta ekki bara svolítið sáttu þér? Mjög margar góðar. Það var hérna 110 miljardar túrtappa seldir. Já, fannst þið það skemmtilegast? Bara fær maður til þess að hugsa hvort maður sé í röngum business. Já. Ætti maður ekki að fara að framleiða einhverja good shit túrtappa? Sveppatappar? Sveppatappar. Ég myndi kaupa það. Með svona hatt. Það er 17 stæði hitt úti, glampandi sól og 50 dagur. Og hvað er betra heldur en að halla sér aftur og hlusta á fucking Justin Bieber, maður? Live my life. Justin Bieber sem við fjöllum í slúðurinu áðan, hann skellt á eitthvað útastmann. Já, fekk að heyra. Já, af því að hann var að stríða honum eitthvað að fara að vallega með mömmu sinni kringum One Direction strákana. Já. Gælu nú að mikill húmor hann í Bíbernum. Nei, svo kannski verið eitthvað illa fyrir kallaður. Já. Kannski fóröldurinn hans að skilja eitthvað, maður veit. Já, hundurinn eitt á hann. Hundurinn á hann. Mamma hans eitthvað pirruð. Kannski slitnaði bara sambandi, hann hefur verið kannski í einhverjum neðanjarðarbyrgi eða eitthvað. Já, einmitt, það getur líka verið. Maður veit ekki. Það er hellingur í þessu. Það er eins og að komið að sumarleik FM 957 og þetta er ekki flókið, við erum að fara að ringja hér í eitthvað sem hefur skrásið í þennan leik. Já, hvernig virkar? Nú þú að útskýra fyrir mér. Já, þetta er mjög einfalt. Ég ringi hérna eitthvað númer, það er bara fullt af fólki sem er búið að skrásið í leikinn inn á fm957.is og hann þarf að svara rómverskur riddari réðst inn í Rómaborg. Og ef hann svarar þannig að því að nú hefur vinningurinn ekki farið út síðustu 5 skipti, síðustu 3 skipti, þannig að það er til mikils að vinna núna. Hann fær flöskuborð á English Pub, svona Summersby flöskuborð á English Pub í Reykjavík að Hafnarfirði. Hann fær Clean and Clear gjafabréf, 6 krónur gjafabréf frá Clean and Clear og það er með svona húsnyrtivörur og fleira. Ok, klassi. Hann fær líka pizzaveislu frá Dominos. Sæll, með bara hvað áleggi sem þú vilt. Bara, velduður álegg. Og hann fær gjafabréf í World Class, 1 mánuður í heilsurækt og baðstofu. Þannig að þetta er mikils að vinna fyrir þann einstakling sem við ringjum í núna og hann þarf að svara rómverskur riddari réðst inn í Rómaborg. Það var ekki við Sveppi sem kom með þessa línu, ég held að það verið Heiðar Austmann. Mikið flipp í þessu. Hann er ótrúlega. Þetta er skelvileg lína, sko. Við þurfum aðeins að skamma hann fyrir það. Herðu, og aðtóa hvort að svara einhver. Og ef það svarar ekki, þá bætist þetta gjafabréf ásamt öðru vinning næst. Rómverskur riddari réðst inn í Rómaborg. Ringjum við það, tjekkum á þessu. Hvað er þetta eitthvað númer sem... Já, þú nú, Rándi hringing með Tjeflag Jóðan hundir. Já. Nei, gamli. Nú skeist á þig, maður. Segirðu bara halló, þú ættir að segja rómverskur riddari réðst inn í Rómaborg. Rómverskur riddari réðst inn í Rómaborg? Já. Já, það er á sent núna, gamli. Þú ert í beinni útsendingu hérna á FM 95 blöð. Nó, það er svoleið. Já, þú ert búin að skráði hérna leikinn, þú hefði fengið flöskuborð á English Pub, þú hefði fengið Clean and Clear gjafabréf, Dominos pizzaveislu, mánuð í World Class inn í baðstofun og allt ruglið. Það er ekkert annað. Það hef ég sagt þetta, sko. Já, hvað er þetta ekki að hlusta? Ég er nokkar á Vestað allan daginn. Já, er þið ekki mútarp á Vestaðinu? Nei, það virkar fyrir að vill virka. Já, ok, það þarf að splæsa nýtt útvarp. Það er svo ekki. Við erum að fara í heitakleðan litum með Hemma Gunn eftir skamma stund, ég myndi bara græja nýtt útvarp. Kvispan búin. Herðu óöfinn hátna. Já, þetta er. Herðu bæ. Það er leiðilegt að vera búin að skrá sig í leikinn, en vinn ekki. Já, hvað, menn eru alveg meðvitaður það þegar skrá sig í leikinn. Já, þau þurfa að fylgjast með. En þetta þýðir að, já, núna þurfum við hringjum á milli 5 og 6, þá er sama lína, þá þarf einhver að svara rómverskur riddari réðst inn í Rómaborg. Og það bætist við annar vinningur, það er allt að gerast inn. Sæll, hvað bætist við? Það bætist inn hjá okkur, hvorki meira enn minna heldur en Amino Energy dunkur frá perform.is. Ertu að grínast, það er allt þarna. Það er allt að gerast, það er pizza. Þetta er það haugur og drasli. Já, þú getur fengið pizzaveislu og farið svo í ræktina og tekið brótinni. Förum í stutt skilabóð og svo er það heitakleðin á Hemma Gunn. Have fun, look wicked and smell beautiful. Lee Stafford hárvörur sem fást í Hagkaup og Fjarðarkaupum. Fyrirtækja ísveislur, Ísbúðin Garðabæ og Háaleitisbraut. Gleði og gaman með bleikum Opal í allt sumar. Skemmtilegt jarðarberja og hindberjabragð. Opal bætir andrúmsloftið. Heiminn og elskaðu alla. Í tilefni N1 mótsins helgina lækkum við verðið 15 krónur á lítranum all land í dag. Fyllt á tankinn fyrir eina stærstu ferðahelgi ársins á lægra verði. N1,
meira í leiðinni. Hörkuleikur í Pepsi-deild karla í beinni á Stöð 2 Sport. Fram í í kvöld klukkan 19:45 og alltaf markverðastár leikjum 10. umferðar í Pepsi-mörkunum klukkan 22. Fáðu þér áskrift á stöð2.is. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Það Pepsi sem færir þér Pepsi-deild karla á Stöð 2 Sport. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. Hér á ferð sem heitir Thousand Eyes og þetta er vinnur okkar í Kvarasi Tiny og Þórunn Antonía. Gamla Tiny sem byrjaði að rappa áttur. Já, ég fíla það. Tiny Motherfucker eins og kallaði þessi alltaf. Tiny Motherfucker. Svo er að lesa á DFF og þau eru hætt saman hérna, Bent og hún. Já, leðilegt. Já, flott par. Já, samt gaman að það skildi koma inn á DFF. Já, það er alltaf hressandi. Já, já. Já, það er logar örugglega kommentakerfið þar. Já, já, flottur. Það er allt svo, þau eru svo hress og skemmtilega þarna á kommentakerfinu. Já. Til dæmis bara eins og grein hérna sem ég hafa með í slúðurinn áðan um Tom Cruise. Og svo er nokkuð búin að henda þessu. Nei, þá, veist, ég tók það af dfa.is og fréttin var búin að vera þar í 5 mínútur. Þá kemur bara hérna strax lið, veist, þess að það stendur afmælisfagnaði Tom Cruise litaðar af sorg. Kemur strax hérna litaðar af sorg. Nokkur spurningamerki. 3 dögum seinna var hann á deiti með annarri gellu brosandi. Þessi gæi svo falskur að það er ekki eðlilegt. Svo kemur næsti bara, hverjum er ekki anskota sama? 5 upprópunamerki, spurningum að senda honum vælubílinn. Þetta er hressandi þátt oft. En það er eins og að komið á dagskrálið hjá okkur Sveppa núna sem er búin að vera í 2 vikna fríi, 3 vikna fríi. Þetta er líka tekur á röddina og það er hitaklefinn. Og það er engin annar en Hemmi Gunn sem er í hitaklefa dagsins, góður vinnur okkar Sveppa. Ó já, hann er svona einn af fáum mönnum sem að þarf ekki að vera í hitaklefanum. Við fengum hann bara því að þetta er Hemmi Gunn. Já, þetta er sko, ég fæ svona föðutilfinningu kringum Hemma, hann er svo góð, þetta er svo góð manneskja. Hann var svolítið erfitt að öskra á hann en við ákvæðum að ringja samt í Hemma Gunn og láta hann aðeins heyra það og það er ekki eftir neinu að bíða, það er komið að hitaklefa dagsins og við skulum bara henda honum á. Ekkert stress. Halló. Hemmi Gunn. Já. Komdu sæll og ertu velkomin í hitaklefa dagsins. Já, þakka þér óbáslega kærlega fyrir það. Það var ekki á tali hjá þér núna. Jú, það er á tali nú. Hemmi, af hverju svindlar alltaf í spilum? Ég fættist með þessa hæfileika. Að svindla? Fættistu með það hæfileika að svindla? Nei, ég hef aldrei svindlað. Af hverju svindlar alltaf í skák líka? Já, það er vegna þess að ég er ekki nógu góður. Hermann Gunnarsson, hvenær áttu síðast í ástarsambandi? Ég man það ekki bara. Er það svona mörg ár síðan? Já, það er svona mörg ár síðan. Af hverju ertu svona ógeðslega gamall? Ég bara átta mig ekki á því. Hvað ertu búin að deyja oft, Henni Gunn? Ég er búin að deyja minnst og einu sinni ef ekki 2 ár. Af hverju hélstu því ekki bara áfram? Já, ég var beðinn um að líta eftir ykkur. Af hverju ertu alltaf svona ógeðslega jákvæður á Facebook? Hvar færðu þessa statusæðina? Nei, ég ger alveg sjálfa mig bara. Hvað í anskotanum ertu alltaf að gera í Tælandi? Ég er að beimist í farastjórn. Segðu satt, Henni! Jó, ég er að segja það satt. Áttu tvíbura í Tælandi? Nei. Ertu fastur í bylgjulestinni, Henni, og kemst ekki út? Já, það er hárrétt hjá þér. Af hverju ertu hættur að drekka? Ég bara meðast það betra. Hvað færðu þér á pítsu? Ég fæ mér alls konar. Hver er að borga þennan gullita Lexus sem þú keirir á, Henni? Þetta er allt saman lánað, maður. Þú lýgur því! Já, ég gerði það. Af hverju þetta hlæja svona mikið? Ertu að kýla fötu? Já, ég er að því. Af hverju notar alltaf svona stórt letur þegar þú ert að skrifa? Vegna þess að ég er sjónlaus. Hermann Gunnarsson, þakkaði fyrir komuna í hitaklefan. Það er erfitt að klikka uppeldið á okkur. Herðu, sko, málið með að svindla í spilum. Pappan Sveppa sagði okkur að það er ekki hægt að spila við. Hann hætti að spila við á sínu tíma af því hún svindla svo mikið. Já, þú takir ekki mark á pappa Sveppa. Þið getið ímyndað hvernig hann er. En Hemmi, þú stóðst þig vel. Takk aðeins fyrir komin í hitaklefa dagsins. Já, sömulegis. Það er ekki hægt að taka Hemma hitt. Hvernig er þetta að tala mann sem hlæra öllu? Já. Hæ? Hann grís, hann hlóða öllu. Já, hann gerir það alltaf líka. Var alveg saman hvað þið sögðu. Já, þetta er Hemmi Gunn í hnótskuld. Já. Hlæjandi eins og hálfviti. Það á að vera regla á Íslandi. Það er bannað að gera grína Hemma Gunn og Ómari Ragnarssoni. Já. Rihanna og fleiri með All of the Lights. Þökkum Hemma Gunn aftur kjallaði fyrir komuna í hittaklefan. Kanye West og Rihanna. Já. En það er svona
Þórun Antoni og Tiny Motherfucker. Já, svona samstarf, veist að tala það eða? Já. Já, svona tveir. Já. Svona featured eitthvað. Já, hitt Tiny featuring Þórun Antoni. Já. Og þetta Kanye West featuring Rihanna. Já, eins og við vorum með Crazy Bastard. Já. Auðvitað Sveppi featured Quarcy. Svo góður í hensku. Já, takk fyrir það. Featured. En það eins og komið að því að gefa hérna hjá okkur Sveppa. Nú erum að gera hringja í 511 og 957. Því að við Sverrir Þór Sverrisson ætlum að gefa miða á tónleikana með Of Monsters and Men, Leilo og Mammút í Hljómskálagarðinu núna á laugardaginn. Tónleikarnir byrja klukkan 7:30 og já, þeir sem hringja núna inn eiga vona á því að fá fría miða hérna frá okkur strákunum. Ég ætla að opna fyrir síman FM 95 blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hvað segir þau? Ég segi fín. Eða ekki, langar þig að fara á tónleika á laugardaginn? Herðu, mér langar svo deila meira á hérna bestu útihátíðina. Já, við eigum ekki miða á það, en við getum gefið þér inn á Of Monsters and Men, J-Lo og Mammút í Hljómskálagarðinu, langaði það? Herðu, já, ég skal þykja það. Eða ekki, hvað heitirðu? Ég finn eitthvað sem að geta notað. Ég heiti Þórun. Þórun. Hvers dóttir? Guðna. Guðnadóttir. Heyrðu, þú getur komið upp í 365 og náð bara í miða fyrir 2. Já, og farið og séð Of Monsters and Men, Leilo og Mammút í Hljómskálagarðinum. Herðu, verður þetta ekki allir á bestu, eða? Nei, þetta er svona... Nei, þetta er svona þeir sem að nenni ekki á bestu, sko. Já, okay. Og það er líka náttúrulega, svo eru írski dagar á Akranesi og Pólamót á Akureyri, þetta verður allt innan fólki. Það verður allt vitlaust. Okay. En allavega ef þú fer ekki sjálf, þá getur þú gefið einhverjum 2 þessar miða. Ok, glæsilegt, takk kærlega. Glæsilegt, ok, bye. Já, þessi er á leiðinni á tónleika. Þessi var að fá 2 miða á Of Monsters and Men í Hljómskálagarðinum og getur komið upp í 365 og svo. Við ætlum að gefa nokkri viðbót. Langar þig á tónleika með Of Monsters and Men í Hljómskálagarðinum á laugardaginn? Já, takk. Er það ekki? Það er vel sér. Herðu, hvað heitir þú? Það er Reynir. Það er Reynir, hvað svon? Óskarsson. Reynir Óskarsson, þú ert á leiðin á tónleika með Of Monsters and Men, maður. Við byrja ánað með það. Já, þetta er líka Leilo og Mammút og þetta er í Hljómskálagarðinum á laugardaginn og tónleikarnir byrja 7:30 og þú kemur bara inn upp í 365 og sækir 2 miða. Það er stórgótt. Snillingur. Ok, bye. Heyrðu, gefum fleiri svona miða. Það er mjög. FM 95 blöð, góðan daginn. Halló. Hæ. Hæ. Langar þig á tónleika með Of Monsters and Men, Leilo og Mammút í Hljómskálagarðinum á laugardaginn? Já, endilega. Er það ekki? Var ekki frítt inn á það? Jó, frí, hvað segir þið? Æ, ég var nú bara heiðilega. Halló. Já, hæ. Já, viltu 2 miða? Já. Já, endilega, þú getur komið upp í 365 og sótt á. Æja, því við erum í svo góðu skapi ætlum við að gefa þér 10. Já, ok, takk. Það er 10 miða. 10 miða Of Monsters and Men. Já, til hamingju. Takk. Já, ok, bye. Þá erum við Sveppi múin að gefa hérna 14 miða Of Monsters and Men í Hljómskálagarðinum á laugardaginn og þið sem náðu ekki inn því miður, þið verður bara að Þið verður bara að kaupa diskinn. lappa inn í garðinu svo allir aðrir. Við ætlum að fá hérna Valdimar, þú ert mín. Þetta var ræðsandi. Þetta var að gefa mér. Hjá Valdimar, þú ert mín, syngur hann strákurinn. Það er 50 dagur og glampandi sól og við Sveppa ætlum að fara hér í dagskrálið sem heitir Pepphornið. Við Hjöppi förum oft í þetta á 50 dögum þegar það er svona gott veður og allir í góðu skapi og einhvern veginn styttist í helgina og þetta er ekki flókið. Þið hringið í 511-0957 ef það er eitthvað sem þið viljið peppa, eitthvað og svona hrós einhverjum. Við erum náttúrulega með tuðhótti líka sko. Þannig að þetta er svona á móti tuðhóttinu. Já, það er eiginlega bara tuðað í útvarpi þegar það er opnað fyrir síman. Já, þannig að Útvarpssaga og Reykjavík Síðdeis. Bara leiðindi. Alltaf leiðindi út í hið endalaust. Þannig að nú ætlum við að vera með pepphornið og þá er bara verið að hrósa og peppa. Ég sé að það glóa hér alla línur og við ætlum að heyra hvað fólk vil peppa þennan 50 daginn. Það er 511-0957 og hvað vilt þú peppa? Blessaður. Það er ég peppa Blíkana. Peppa Blíkana, já þeir eru að fara að spila í kvöld. Já, ég er Peppa Sveppan, sko. Já, Peppa Svepp. Hann er hérna í miðverðinum grjótharfi, svo er Pepparinn frammi. Já, þeir eru ekki búið að rákindast rönna á Blíkunum núna? Jó, það töfum síðasta leikriðar. Ég er í úrvalsdeildinni. Já, Sveppi, hættu þessu. Ég veit ekkert um það. Þannig að ég set bara eitt grjótar Peppa og Sveppa. Já, Sveppa, hvað, er einhver Sverrir þarna sem í Blíkunum? Já, hann er miðverðin, hann er búin að Fílið Rós, 93 model. Já, ok. Verður hann kallaði Sveppi? Já, Sveppi Per. Ánægði með það, maður. Nú fer ég að held með Blíkunum bara. Þetta er uppáhaldsmaðurinn hans Gils, sko. Já, ég rána með það. Það er alltaf gaman þegar einhver Sveppi getur eitthvað í íþróttum. Já. Það er rétt. Takk fyrir að hringja.
Ekki máli. Ok, við erum með í peppotninu og hvað vilt þú peppa, kæri hlustandi? Má ég fá óttalag? Við erum í peppotninu núna. Ok, bless. Leita þér. Svo rest FM 9 fyrir blöð, hvað vilt þú peppa? Ég vil peppa Stóra G á Breiðafirði. Stóra G á Breiðafirði? Nei, úr Breiðafirði. Úr Breiðholti? Þú voru að lækka þessi útarpinniðinu? Hvað byrði? Hvað ert í, stóri bíl? Nei, það er rappari úr Breiðafirði. Rappari úr Breiðholtinu, Stóri G, ok. Hvað rappaði hann síðast? Hvar er hann að rappa? Hann er bara í Breiðholtinu. Já, hann er bara þar, bara upp í Arnabakka bara. Stóri G. Rappari Stóri G, fæ pepp frá þér. Ok. Glæsilegt. Já, tökum hérna nokkuð peppinn. Hvað vilt þú peppa? Ég vil peppa ykkur. Já, ok. Og ég vil líka beðja ykkur því ég er með smá hugmynd fyrir ykkur. Ertu með? Ég er með smá hugmynd fyrir ykkur. Hvað er með hana? Það er að því að maður náttúrulega er að vinna núna á sömurinn. Já. Maður hefur kannski getið allan tíma til að hlusta á okkur, maður getur hlusta á okkur núna. Skilin. Þá er kannski sniðugt að það er eftir að downloada ykkur til að setja iPodin, svo maður getur kannski hlusta á því í vinnunni. Já, þetta fyrir alltaf inn á vísi.is, veit ég, allir þættinir. Já, maður getur líka ekki alltaf hlusta á það líka heldur, sko. Nei. Hvað er þetta að vinna? Ég er bara að vinna í, bara út í, með Reykjavíkurborg, bara í úlingavinnunni í rauninni. Já, ok. Þú er búinn í dag? Já, ég er búinn í dag. Já. Herru, þannig að þú ætlar að peppa okkur, ég fíla það. Já. Ógsta flott. Hvað heitirðu? Bjarni. Bjarni. Já, frábært. Takk fyrir að ringja, Bjarni. Já, ekkert mál. Ok, vinnur. Herru, tökum 2 pepp í viðbót. Hvað vilt þú peppa? Ég ætla að peppa K-eringa í 5. flokki. Þeir að keppa N1 mótinu. Já. Og líka K-eringa sem að fara að keppa móti Fylki í kvöld. N1 móti, það er náttúrulega á Akureyri, eða ekki? Jú. Já, það var eitthvað móti í Eyjum, er bara endalaus svona pálómóti á þessum guttum. Já. Það er maður, sem foreldra ætti bara að forðast að setja krakkarna sinni í svona íþróttir. Það er allar helgar ónýtar. Skilja í með. Eru pepp á K-er, ekki veitir af? Nei, það veit ég ekki. Í 5. flokki. Já, og líka í meistaraflokki, er að fara að keppa móti Fylki. Já, peppu þá. Glæsilegt takk fyrir þetta og þá er það síðasta pepp dagsins. Hvað vilt þú peppa? Ég peppa bestu útihátíðina. Bestu útihátíðina, ertu að leiðina áka? Já, við erum að leiðina áka, akkurat. Við erum að gera með Hveragerði. Já, ok, á 50, já, byrjar þetta í dag? Þetta byrjar í dag og ég mæli með því að allir drullir sig áka í dag. Já, drullir sig, mamma er að fara. Já, bara skrópa þér inni. Já, mamma er að fara, ég heyrði það alltaf. Hvað, eru þið margir saman í bíl eða? Þetta er bara 2 núna, allir við nóbrinn ætlar að vinna á morgun eða eitthvað. Já, þannig að þið verið fyrstir og búin að finna gott tjaldstæði. Jú. Eru þið svona típurnar sem þið farið á húkkaraballið á þjóðhátíð? Já, maður segja það. Já, þið takir 50 til mánudags bara. Já, við tökum reyndar alltaf miðvikudag til mánudags. Já, það er vel gert. Hvað er svona, eftir hverju þetta býða sérstaklega á bestu útihátíðinni? Ég er bara býðið til Sleikvi 95. Sleikvi 95? Sleikvi, já. Ertu sjálfur 95, eða? Ég er 89, sko. Þú ert 89, já. 6 ár. Gefa þessu 6, það er alveg solid. Er það ekki málið? Það ætti alveg að geta dottið inn. En hvaða hljómsveit heillaði mest á bestu núna? Ætla að sé, mér langar að hlusta á Skútök, bara eitt lag, en annars er það bara GP. GP, hvað er það? Gísli Pálmi. Gísli Pálmi, einmitt, ég var að kaupa diskina sem gerð. Já, er það ekki. Hann er klikað. Herðu, þú peppa bestu útihátíðina. Já. Og bara, góða skemmtun og farið alla. Já, takk fyrir það. Ok, bæ. Þetta var peppóti hér í FM 95 blöð þennan 5. daginn. Það búið að peppa eitt og annað maður. Já, menn eru svolítið að peppa íþróttaliðin sinn, KR, Breiðablik, það eru nokkri leikir í kvöld í Pepsi-deildinni. Já, það. Áfram maður, ég ætla að peppa valsarana. Já, alvegni. Þetta spilaði Grindavík úti, við þurfum að taka það. Gauði Þórðar. Já. Það verður heavy. Já, hann geti étið þá. Já.
957 ætlar að gefa þér fullt af glæsilegum vinningum bara fyrir það eitt að svara símanum. Þú skráir þig í Sumarleik FM 957 á heimasíðu FM og á hverjum degi, einu sinni á klukkutíma, hringjum við í einhvern skráðan hlustanda og mokum í vinningum. En þú verður að svara rétt. Fylgstu vel með á FM 957 allan daginn þegar að dagskrárgerðarmenn FM segja þér hvernig þú þarft að svara. Ef þú svarar rétt, FM 957 er topp tónlistastöðin. Þá getur þú unnið eftirfarandi vinninga. LG síma úr nýju L-seríunni frá LG. Miða á bestu útiháttíðina. Fulla ferðartösku af extra tyggjói. Summersby flöskubólf á English Pub. Og síðast en ekki síst gjafabréf frá Clean & Clear húðsnyrtivörum. Og ef heppnin er með þér, þá getur þú í alvörunni fengið alla þessa vinninga. Sumarleikur FM 957. Það gefur enginn þitt. Forsalan á þjóðhátíð í Eyjum fyrir N1 korthafa er inn á n1.is. N1 kortið, meiri ávinningur í leiðinni. Nú fer hver að verða síðastur að næla sér í miða á bestu útiháttíðina 2012. Taktu þátt í Instagram-leiknum á bestu útiháttíðinni. Flottir vinningar fyrir bestu myndina. Taktu mynd með Instagram og settu hashtagið besta12 fyrir framann. Og myndið þín er sýnd á risaskjám á aðalsviðinu alla hátíðina. Vinningshafinn er síðan tilkynntur á fésbókarsíðu bestu útiháttíðarinnar mánudaginn 9. júlí. Sjáumst á bestu útiháttíðinni. Þú hefur þetta allt í hendinni. Þú færð bíómiða á betri kjörum ef þú borgar með kortinu. Sæktu kortið og náðu í appið á hringtorg.is. FM 957 Kafteinin kynna leitin að morganettunum 2012. Morganettur eru lífverðir og verðarinnar Kafteinsins. Ef þú ert ótrúlega hress og langar í skemmtilega og öðruvísu aukavinnu, kíktu þá núna á Facebook-síðu Kafteinsins og skráðu þína kosti og sendu honum myndaðir. 15. júlí verða 10 stelpur valdar í undanúrslit og svo mun þjóðin ásamt Kafteininum velja 3 sem verða ráðnar í jobbið. 3 efstu vinna svo Nokia Lumia GSM síma og hinar fá aukavinninga. Er smá Kaftein í þér? Þú ert að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. Ringlar á hlusta á þetta lag. Þetta er bara hvað? Þetta er lagið I Can Only Imagine með David Guetta. Það vantar ekki tekno við þetta. Það er bara sveitur. Ég speysaði út. Ég kann að vera svona gaman. Já, þetta er náttúrulega bara ómikið þegar maður er í svona litlu rými. Lokaður inni með einum kallmanni að hlusta á svona. Maður fríkar út. Maður tristur. En þetta, eins og ég sagði, var David Guetta hér með I Can Only Imagine. Ég held að hann sé með honum Chris Brown. Er eitthvað mál að búa til svona lag? Bara fara í já, er þetta ekki alltaf eitthvað, ég held þetta sé erfiðara heldur maður heldur, sko. Bara fer eitthvað og henda í eitthvað ná. Fer bara inn á GarageBand og býr eitthvað til. GarageBand? Já, það er aldrei að vita. Það er eins og komið að Sumarleik FM 957. Við Sveppi reyndum að ringja í einn heppin aðan en hann skeiti á sig, hann svaraði ekki rétt. Já. Við erum að fara að ringja aftur núna og línan er rómverskur riddari réðst inn í Rómaborg, beint frá Heiðar Austmann. Okay. Og við ætlum að ringja núna í annan númer og ef að sá heppni eða heppna svarar svona, þá er hún eða hann að fara að vinna. Fullt af vinningum. Já, það sem þetta er komið upp í núna er flöskuborð frá English Pub á Summersby í Hafnarfirði eða Reykjavík, Clean & Clear gjafabref, pizzaveisla frá Dominos, World Class, mánuður í World Class og baðstofan er innifalinn þar og svo líka frá perform.is Amino Energy. Þannig að þetta er orðinni 6 vinningar eða eitthvað. Og hvað, fjölgar þessu bara alveg upp í endalösa? Já, þar til að einhver svara rétt. Alltaf svara rétt svona fyrir rest. En ég ætla að ringja núna í einhvern heppinn eða óheppinn fyrir eftir hvernig hann svarar og það er rómverskur riddari réðst inn í Rómaborg. Draga út og ég er búinn að velja hérna heppinn.
Eða óheppin. Já, ég samt vonaði sem að fara að gefa þetta. Ég hef aldrei náð að gefa þetta. Og það var þetta svona. Tekum á þessu. Maður spenntur. Já, spennur loftinu. Sæll, flott hringing. Já, byrjaði vel. Ef að þetta klikkar, verðstu það bara nei, bílast alveg. Þetta að klikka. En ef einhver svarar ekki? Þá bara óðum. En hringjum við ekkert meira, eða? Nei, getur gefið þessu annars eins og eftir. Já. Þetta ekki að svara. Þessi með missed calls frá strákunum. Herru, það skilur þetta fílubátt. Já, hverja Birna og Elín. Ertu að grínast með flippa talhólf? Við erum að skilja þetta skilabátt. Hvað segir þetta? Hvað er að fara að gera? Er það að fara bestu eða ætlum það að íska daga? Þið eru rugglaðar. Þið skeytið á ykkur töfli í leiknum. Já, við vorum hérna að draga út í Sumarleik FM 957. Þetta er þátturinn FM 95 Blöð og þú varst að skýta á þig, Erla mín. Og það alveg upp á vak því að það eru hellingur af vinningum sem þú hefði fengið. Og ég lesa upp fyrir hana. Svona inn á talunum hennar. Þú hefði fengið flöskuborð á English Pub, gjafabrif frá Clean and Clear, pizzausli frá Domino's, mánuði World Class í baðstofun og allt og Perform.is, Amino Energy Protendung. Taktu þetta með þér á kottan í kvöld. Já, skeist á þig. Leiðilegt. En svona þetta stundum. Þessi var óheppinn og fær ekki neitt. Þannig að það verða, 6 vinningar á morgun. Stemming. Veistu hvað þetta er? Þetta er John F. Kennedy. Hvað ertu að gera? Ég sagði bara eitthvað. Ég heyrði það. Þetta er ekki John F. Kennedy eins og Sveppi hélt. Hún heitir Alicia Keys þessi með lagið No One. Við erum á 5. degi. Og já, það styttist það nú eiginlega bara komið að lið sem er í miklu uppáldi á mér. Því að þá velja lagið sjálfur. Það er komið að Á leiðinni heim. Já, það er upp á staðskólaurinn minn. Er það? Já. Það finnst þetta skemmtilega en sturlaða staðreyndir eða? Já, bara svona, því að þá kemur lag sem ég fíla yfirleitt. Já, ég er meira sem með rándýtt laghandar í dag. Reyndar, Alicia Keys, eitthvað svona heitir. Líklar í fleiri lutum? Já, fleirtala, líklar. Já. Lagið hennar, New York, það er minnst það ógeðslega flott. Já, mér er svo ógeðslega flott þegar hún er ein líka. New York, það er ekkert endilega að vera með Jay-Z. think this song is about her. Everyone cries in New York. Já, akkurat það lag. Ég get fungið með þessu endalist. Man langar líka einhvern veginn alltaf til New York þegar það lag er í gangi. Já. Áður ég sett lagið hérna á leiðinni heim á. Það ég ekki vita hvað lag þetta er. Heldur ég verið ánæður? Já, ég held þú eftir að fíla í tætlur. Ég eiginlega lofa þér í. Þá vil ég bara segja hérna, ég var að lesa að Joey Chestnut, veistu hvað það er? Joey Chestnut, nei. Nei, hann var að jafna eigi landsmet í pulsuáti og átt 68 pulsur. Joey Chestnut? Já, hann er 28 ára gamall, þessi, hvað ég var að segja, afræksmaður eða? Já, alla daga. Þessi keppni var fyrst haldin árið 1916 og fer fram á Coney Island í grennd við Brooklyn í New York, talandi um New York. Og já, hann átti metið sjálfur sem var 68 pulsur og var að jafna það núna. Hann var sem sagt að vinna þetta mót í 7. sinn í röð. Vá, maður. Já, en hann byrjaði í þessu pulsubrans árið 2005. Þar sem hann hámaði þessu 3 kíló af pulsum á rúmlega 10 mínútum. Pældi gæi sem er alltaf í öðru seti, þetta er svona, veist, ógst að leiðilegt að vera marathónhlaupari á Íslandi í dag því að Kári Steinn vinnur allt. Já, alltaf í öðru seti einhvern veginn. Alltaf einhvern veginn og eftir honum, sama með gæjan sem er ógst góður í pulsáti, en við aldrei minnst á hana því að hann er alltaf að tapa fyrir þessum hérna, Johnny Chestnut. Hann er auðvitað von alltaf að Joey Chestnut láta ekki sjá sig núna. En er þetta eitthvað sem hún montar þig á eða? Til dæmis segjum að makiðinn, og kannski kynnistelpu og þau varu saman í partí, er hún að kynna hann, skilur þú herri, já, þetta er þetta kærasti minn Joey Chestnut sem á að meita heimsmyndi í pulsuáti. Heldur hún sé að reyna svona að starta samræðum með þessu? Þetta reyndar býður upp á ótrúlega mikla samræðar ef þú kemur með hann í partí. Ég myndi nefnilega spjalla. Ég myndi hanga með honum. Hvað við tókum högtum henni auðvitað að sveppa, þá tekum við hvað þú gæst getið maður. Það var reynda pulsu með öllu. Já. Hann er bara að getaði berar, sko. Já, ég veit nú ekki, 68. 68 pulsur, þú næði kannski 15. Tókst ekki 4 eða 5 með öllu þarna á sín tíma? Já, ég var komin á 50. Já. Ég var glórhungraður, sko. En þú varst líka alveg paksatu þá? Já. Ég þurfti að guppa, sko. Já, en sko pulsa með öllu. Er það ekki eins og geta 3? Má ekki segja að þú getur getið 15 berar? Jú, ætlaði ekki. En sko reyndar, þegar ég var upp á mitt besta. Já, í pulsuátinu? Heldur þú ekki að vinna þetta á Íslandi? Já, alpottið. Ég myndi taka þátt. Já. Sko þegar ég var svona ekkert að hugsa mataræði. Nei, eins og gerir í dag. Já, eins og ég gerir svo mikið í dag. Já. Það er svona aðeins. Það var alltaf að grilla. Ég elska að grilla, sko.
og ég var kannski að grilla kjöt og ég var alltaf að grilla pulsur fyrir krakkarnir fór pulsur þannig að maður opnaði kannski pulsupakka sem eru 10 pulsur í skilur svo er maður með 2 börn þannig að þau borða kannski sikkvara pulsuna og svo kannski mögulega fara 4 úr pakkanum þá finnst mér svo mikið vesen að vera með 6 afgangs og setja í plastbók og geima í fristi þannig að ég var alltaf að luma á grillið fyrir mig á meðan ég var að grilla læri þannig að áður en ég borðaði kvöldmat þá var ég kannski búinn að renna niður 4 Það var 4 pulsur og þá varstu tilbúin í læri þá varð maður sér líka ekki til skammar í lærinu Nei, Ást bara svona hófleg og Íris bara, vá, þetta er bara þægilega skammtur í þér í dag ég ætla ekki að fá meira búið með 4 slöngur Hvað er betra en grilluð pulsa í góðu veðri, maður? Og líka þegar þú stingur gaflinum í hana og lætur hana liggja í bjór í klukkutíma og grillar hana svo þá er hún búin að drekka í sig humlana maður Nei, það er eitthvað trikk ég væri til Nick Nolte hérna meginn að prófa við erum að tala um það ég geti verið með grillþátt sem er ekki svona eitthvað fancy við erum hérna með kóriander í eitthvað bla 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 sem enginn að kaupa Nei, bara hvernig á að grilla pulsur það er bara ákveðin taktík bara Sverrir Þór Sverrisson beint úr Breiðholtinu með sinni eigin grillþátt út að grilla með Sveppa og Nilla, ég geti verið með Nilla Nilli með þér Ég og Nilli að grilla Reyndar er Nilli svona típa sem væri eins og þetta er í svona bestu það kemur ekkert óvart að hann kunni allt þegar kemur að elda mennsku eitthvað hann er náttúrulega eins og 60 kall í bæði talanda og hegðun Þannig að hann er örugglega bara hendi í læri og eitthvað en það er eins og komið að dagskrárliðnum á leiðinni heim og þetta er daglega hérna hjá okkur í FM 95 Blö og ég er búinn að velja lag þetta er svona lag ef ég var á leiðinni heim núna þá var ég virkilega til að heyra þetta og ég myndi hækka vel í því Þetta er ég var með þetta lag í flottulagkeppninu á móti Hjöppa á þriðjudaginn og tapaði á eitthvað óskiljanlegan hátt en nú ætla ég að spila allt Þetta eru Stereophonics, Handbags and Gladrex Hækkið nú vel svona á leiðinni heim í sumar Í íslenska boltanum eru á lengjunni. Nú er boltinn hjá þér. Lengjan. Taktu þátt í leiknum. Nú hefur Toyota flutt starfsemi sína í nýtt og reisulegt húsnæði að Kauptúni 6 Garðabæ við hliðina á IKEA. Verið hjartanlega velkomin til Toyota í Kauptúni þar sem öll þjónusta er nú undir einu þaki. Við tökum vel á móti þér eins og alltaf á flunku nýjum stað. Toyota. Hefur þið ekki alltaf dreymt um að eignast eigin jörð eða landspildu og eignast griðarstað í einu horninu á veröldinni? Fasteignir.is eru á Vísi. Fáðu meira úr deginum með Dry Shampoo frá Lee Stafford. Lee Stafford hárvörur sem fást í Hagkaup og Fjarðarkaupum. Túborg kynnir Roskilde Festival dönsku kráarinnar dagana 5. til 8. júli Framkoma, Sigur Valdimar Guðmunds úr hljómsveitinni Valdimar Samaris, Stafrænt Hákon og fullt af öðrum frábærum hljómsveitum Armbönd veita veglegan afslátt af Túborg, Gammeldans og Sommersby Roskilde Festival á dönsku kráni alla helgina Er röðin komin að þér? Happaþrenna, skemmtilegt að skafa Það er ykkur hundur í þér? Já, maður, ég ætla að fara í bankan og taka smá lán og ég skildi bara ekki bás. Akkur fer ekki bara inn á smálán.is. Vandar ekki bara smá. Þú segir hvað þú vilt mikið og í hver langan tíma og sér strax hvað það kostar. Nú, það var aldrei sagt með það. Smálán.is. Ekkert stórmál. Pims og Vegamót fagna sumrunu öll 5-dagskvöld í sumar. Framkoma, Danni Deluxe, Benny Bíröf, DJ Jónas, DJ Símon og Gunni Stef. Fullt af tilboðum, Pims og Vegamót. Gúmiskór Stífvél og Gore-Tex gönguskór. Bleytan á ekki skemmts. Víking, þegar allra veðra er von. Við lækkum verðið 15 krónur af hverjum lítra í dag. Fyllt á tankinn fyrir helg. Hæ, þetta er Ragga hérna. Og þetta er Róbert Freyr. Herru, við ætlum að vera bestu útihátíðinni 5. til 8. júli. Og ert þú búinn að tryggja með það? Okkur hlakkar alveg ógeðslega mikið til að sjá okkur. Besta útihátíðin. Gaddstaðarflötin Hellu. Dagana 5. til 8. júli. Miðasala í fullum gangi á bestaútihátíðin.is. FM 95 Blö á FM 95.
Sveppi segir við mig þegar ég held á honum. I'm so heavy. Hey, he's so heavy. Heavy in your arms. Flórum þetta með sín. Ég fíla þessi hljómsveit. Já, ég fíla honum með svona skersi úr röddinn, sko. Já, ríkilega svona einhvern veginn flott sönguna. Já. Hlusta hér Auð og Sveppa. Klukkan að vera 6. Við förum að kveðja ykkur þennan fimmtudaginn. Ég verð mættur eins og það aftur hér á morgun klukkan 4. Ég ætlaði samt að spyrja þig hérna, ég var að lesa eina frétt svona áður en við kveðjum Sveppi. Þá var ég að lesa hérna rasskellingar auka líkur á þunglynd og alkoholisma stendur hérna. Og svo stendur þó flesti séu á móti því að rasskellabörn staðreyndin svo að 70-90% mæðra í Bandaríkjunum hafa slegið börn sín á rassinn til þess að refsa þeim. Varst þú ekki rasskeldur þegar þú varst krakki? Einu sinni. Bara einu sinni? Já. Ég held að ég hef pottet allavega einu sinni að tvisvar verið rasskeldur. Já. Ég man eftir í mamma lokaði mig inn á baði, held ég. Rasskeldi mig þar, sko. Þetta var ekkert eitthvað sem þau höfðu bæði gaman að. Nei, það var ekki fyrir setna sem komst að því. Já, ok, hvað er það? Ég fílaði þetta. Já. Nei, það var bara einu sinni sem að hún raskeldi mig. Þá var ég búinn að gera eitthvað óskundan að mig, sko. Já, það var eitthvað saman með mér. Ég var búinn að stela í sömu búðinni sem mamma var búinn að vinna í, held í 4 sinni þegar hún ákvæmst. Já, mamma reyndi raskeldi mig aldrei fyrir að stela. Hún hvatti mig til þess að stela. Það vantaði eitthvað í bakkarna. Eitthvað að borða. Já. Við vorum alltaf hvattir til þess að stela. En nú átt þú 3 börn. Já. Hefur rasskeldu? Öll sömul. Já, næ. Ekki yngstali. Hefur raskeld eitthvað börnunum þínum? Nei, ég hef ekki gert það, sko. Er þetta svona, þetta er alveg dautt að fólk sé að raskella börnum sinni á Íslandi? Já, þetta er svolítið brútal, sko. Það eru komnar einhvern veginn aðrar aðferðir sem að maður notar og... Ok, nú, ég er ekki að spyrja... Nú er ekki reyna á hlutin. En nú ertu bara að ræða við mann sem að... Á börn og hefur áhuga á uppeldi. 3 barna faðir. Þannig að ég á ekkert nema sjálfa mig, auðmingin og viðbjóðurinn. Hvernig er, þú veist eins og mér raskellingar. Já. Telst þetta orðið bara, ertu slæmt foreldri eða þú raskelling krakkaðin? Af því að í gamla daga þá var þetta ekki tiltökum mál. Nei, mennum bara raskeldi með priki eða eitthvað. Já, ég var ekkert raskeldur alltaf, en allavega einu sem tvisar ekki 3 svar. Nei, það er örugglega ekkert þú veist, það fer bara eftir hvernig aðstæðurnar eru, sko. Já. Stoltið. Það er stundur sem verður að skilja kannski svona einn á bossan. Já, kannski ekkert fast. Nei, og þegar ég var raskið, þetta var ekki þannig, ég get ekki setið í viku. Nei. Bara fekk eitt skell og þetta. Já, á beran. Já, þú ert hræddari við. Já. Þú vildi eiginlega, sko, ég hefði ekki vitað þá að því að krakkið, þú vildi þetta sé búið sem fyrst. Já. Þannig að maður vill eiginlega bara fá skellinn strax. Já, en það er sko, ef að krakkinn heldur áfram sömu, eins og að sé að sækjast eftir rasskellingu, þá þarf þetta að beita öðrum bröðum. En við höfum ekki nýtt rasskellingar í okkar uppeldi. Nei. Við höfum nýtt aðra aðferðir eins og bara til dæmis að setjast niður og spjalla við börnin. Æ, Dr. Phil, þegiðu. Nei, það virkar betur. Hættu þessu. Það er enginn að heyra þá sögu. Foreldrar tala allt og lítið við börnin sín. Ég talaði nú ekkert við mömmu þessa rasskellingu þín á sínum tíma. Það sem að mér fannst svona skrítið í þessu, henni fannst það reyndar ekki tiltökum mál. Akkur á hann að setja múl í kjaftina þér. Svona rétt áður. Við ætlum að enda þetta Pixies. Hei, þetta er svo flotta. Við ætlum að drífum út í bíl. Ef að þetta er ekki lagi á leiðinni heim, þá er það ekkert. Hvað er lagi okkar? Heyrjumst á morgun klukkan 4. Takk fyrir hlustun í dag og takk fyrir að koma í dag, Sori. Later.